Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta í vikulegan og fjölbreyttan þátt okkar frá Suðurnesjum. Við höldum áfram heilsuátakinu með Ásdísi grasalækni, skoðum áhugavert dúkkusafn í Keflavík og förum á hönnunarmars í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Við kíkjum líka á stærsta körfuboltamót landsins og fáum fréttapakka frá Suðurnesjum. En við hefjum leikinn í hönnunarmars í einu mest sótta húsi landsins, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Íslensk hönnun verður sett í öndvegi á Keflavíkurflugvelli í tilefni hönnunarmars en Ísavía í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands býður íslenskum hönnuðum að selja hönnun sína á besta stað á Vestlandssvæðinu í 2 vikur í mars. Auglýst var eftir umsóknum frá íslenskum hönnuðum og 100 umsóknir bárust frá breiðum hópi hönnuða. Sölu- og kynningarbásinn var settur á besta stað í vikunni. Gunnhildur, við erum að tala hönnunarmars í flugstöð Leifs Eiríkssonar 2016. Hvernig ætlið þið að gera þetta? Núna ætlum við að vera svolítið skemmtileg og svolítið creative. Við stofnum hérna svona regljóa vörumerki sem heitir Creative Takeoff og undir því vörumerki erum við með ýmiss konar verkefni þar sem við erum að gefa up and coming svona listamönnum og hönnuðum og svona alls konar artistum tækifæri til þess að vera eins að sprikla hérna inn á flugstöðinni með okkur. Og Hönnunarmars 2016 sem sagt með því sniði að við bjuggum til svona pop-up verslun hérna inn á miðjusvæðinu þar sem að við erum að gefa hönnuðum sem að eru nú þegar ekki í sölu neins staðar í flugstöðinni tækifæri til þess að vera að selja vörurnar sínar, tala við farþegana, spegla vörurnar sínar og hérna svona aðeins að sjá hvernig þetta virkar allt saman hérna. En hvernig völduð þið hönnuðina? Við nefnilega völdum ekki hönnuðina. Við fórum í samstarfi Hönnunarmars, stofnuðum til samkeppni þar sem að yfir 100 hönnuðir sóttu að fá að vera með í þessu verkefni og Hönnunarmiðstöð valdi 10 hönnuði. Mjög breið flóra og við settum til dæmis bara sem parameter að þetta væri hönnuður eða vara sem að væri ekki nú þegar til sölu hjá okkur. Nú hefur verið þó nokkuð af hönnunarvöru frá Íslandi til sölu hér á ýmsum stöðum í flugstöðinni, eða ekki? Algjörlega, það eru bara í rammagerðinni per se eru yfir 300 íslenskir hönnuðir og svona handverksgerðarmenn með sölu þar inni. Penninn Eymundsson líka með vörulínur þar sem eru íslenskir hönnuðir og svo hérna Delicatessen Pure Food búðin. Þeir eru líka eins í hönnun og hérna tískuvöruverslunin eru líka með hönnun, skartgripi og íslenskan fatnað. Sérðu fyrir þér að þetta gæti orðið árlegur viðburður? Já, ég vona það. Við erum allavega gríðarlega ánægð með viðtökurnar. Þetta er bara mjög stór búðagluggi og við finnum það að farþegarnir eru að taka þessu rosalega vel. Það er mjög mikið verið að spyrja og Íslendingarnir sem að kannski nenni ekki endilega að taka vöruna með sér til útlanda, þeir spyrja mjög mikið hvar fæ ég þetta svona í bæ og svona, þannig að ég vona að þetta muni vera bara smá stökkpallur fyrir þessa hönnuði. Hvað verður þetta lengi? Þetta verður til 22. mars. Hvernig að fá tækifæri hérna í flugstöðinni? Það er langþráð. Þetta er voða gaman og þetta er náttúrulega svona hátíðisdagar hjá okkur hönnuðum og handverksfólki núna Hönnunarmarsinn að ganga í garð og allt á fullu og verið að poppa upp hingað og þangað, þannig að þetta er bara fyrst og fremst svona hátíðisdagar hjá okkur. Er eitthvað sérstakt sem að þú leggur áherslu á hérna sem þú ert að sýna í flugstöðinni? Nei, þetta er bara svona partur af því sem ég geri og sel í minni verslun niðri í bæ. Já. Og hérna og svona það sem maður telar í samleið bæði með kannski flugstöðinu og umhverfinu og svo öðrum hönnuðum sem eru hérna sem er sérstaklega vel samvalinn hópur. Nú eru konar í flugstöðuna með vörun ykkar. Hvað eru þið að sýna hérna? Við erum með kertastjaka sem heita Dríli. Þeir eru hérna svona innblásnir af þessum
drílum sem eru upp á jöklum. Það eru svona sandbingar sem myndast þegar jökullinn bráðnar. Við erum með það og svo erum við með hálsmenn hérna sem eru svona lítil snjó. Svona. Hvar eru það að selja vörun okkar yfirleitt? Sko við erum að selja í Epal og höfum verið með hálsmennin í Mýrinni og svo höfum við verið með svona smá hotn á verkstæðin okkar þar sem fólk getur komið og nálgast hlutninu okkar. Hvernig vinnið þið að vinna þessa vöru saman? Já. Þetta er allt saman handrent. Við hönnum saman alla hluti og hérna þá vinnum við bara alls konar teikningar og svona kastum á milli okkar hugmyndum og svo sest ég yfir rennibekkin og renni og við svona tölum saman á meðan og svo kemur einhver svona tilbúin eða svona útkoma og þá vinnum við það bara. Yfir 1200 krakkar mættu í Reykjanesbæ á stærsta körfuboltamót ársins, Netto-mótið, sem haldið hefur verið árlega síðan 1990. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti í körfu. Falur, segðu mér aðeins frá umstangunni í kringum þetta. Hvað er þetta mikil vinna? Þetta er mjög mikil vinna og bara gríðarlega stór hópur sem kemur að þessu. En þó að ég sé að sjá niðurröðun leikja og svoleiðis, þá er gríðarlega mikil vinna bara allt í kringum þetta. Og það er bara stór og samstilltur hópur sem stendur að þessu. Hvað tekur langan tíma að undirbúa stærsta körfuboltamót á Íslandi? Já, það er náttúrulega, það er alls konar vinna í kringu eins og ég segi, en svona frá því að leikja niðurröðun hefst þá höfum við alltaf verið að taka lengri og lengri tíma í þetta, en það er ekki nema 8 dagar síðan frá því að leikja niðurröðun allir sem eru búin að skrá sig þá geta leikja niðurröðun tilbúin. Hvað er þetta umfangsmikið mót? Hvað eru mörg lið og þáttakendur? Við erum ekki alveg komið með töluna, það er ekki allir búin að ganga frá skráningu, en við erum að gera ráð fyrir hátt í 1300 krökkum, það er svona milli 12 til 1300 og það var reglubreitingi á KKÍ á síðastliðið vor, þar sem hafa gert ráð fyrir að krakkar á þessum aldri spila 4 á móti 4, áður var það 5 á 5 og það umfangið á mótinu jókst alveg 30% út af því að við erum með miklu fleiri leiki heldur en voru í fyrra. Og við erum núna að spila 573 leiki hérna á þessum 2 dögum. Og það er bara allt undirlagt í Reykjanesbæ og út í garði? Já, við fengum garðinn með okkur til þess að redda okkur, annars hefðu við þurft að spila hérna fram á kvöld á morgun og við erum gríðarlega þakklátt fyrir það, þeir algjörlega redduð okkur eins og sagt er. Hvernig fer mótið fram? Hvernig er fyrirkomulagið á þessu? Já, við yngstu krakkarnir spila 4 leiki og fara í bíó og svo fara þeir í sund og hoppukastalinn og alla pakkan. En það eina sem þú ræður ekki, það er hvenær þú spilar og hvenær þú ferð í bíó. En hinu ræður hvenær þú ferð í sund og hvenær þú ferð í hoppukastalinn. Og svo er náttúrulega innileikjagarðurinn upp á velli líka. En svo gleymi ég svo náttúrulega hápunkturinn er kvöldvakan sem er í kvöld. Og svo er mikið lokaháttíð á sunnudeginum? Já, við leggjum alltaf upp úr því að hafa sem flesta í loka athöfninni og gerum svolítið svona stemning úr því. Það er mjög gaman fyrir krakkana að labba hérna inn. Það er yfirleitt skiptist svona rúmlega 1000. Það er áhorfendur á móti þátttakendum og það er bara mjög skemmtilegt og mikil stemning fyrir krakkana að labba inn og upplifa þessa stemningu. Og þið erkifjendur Keflavík og Njarðvík, þið sameinist í þessu og eru með Netto sem bakhjarl? Já, Netto og þetta hét áður samkvæmsmótið, síðan var breytt í Netto-mótið og þetta er alveg frábært samstarf hjá unglingaráðum körfuboltadeildar Keflavíkur og Njarðvíkur. Og það er beauty við mótið, segi ég, að félögin gæti ekki gert þetta, í sitt hvoru lagi. Og það er þetta er gott. Mjög gott dæmi góða samvinnu og hún hefur verið hingað til og ætla að vona að hún verði ókomin ár. Getur þetta orðið stærra? Já, með fleiri íþróttahúsum. Ég veit ekki hvar við fáum þau. En það er bara flöskuhálsinn. Styðjum öflugt
öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl aftur. Í síðara hluta þáttarins fáum við fréttapakka. Smökkum töfradrykk hjá Ásdísi Rögnu grasalækni en byrjum á því að skoða dúkkur og drega. Safnahelgi verður haldin á Suðurnesjum næstu helgi þar sem í boði verður fjöldi sýninga. Meðal þess sem á dagskráni sýning á hluta af leikfangasafni Helgu Ingólfsdóttur. Sýningin fer fram í virkjun á Ásbrú og við hjá Sjónvarpi Víkufrétta kíktum þangað í vikunni þegar uppsetning sýningarinnar stóð sem hæst. Helga segir mjög mikilvægt að varðveita leikfangamenningu enda sé hún stór hluti af sögunni. Þetta jú stór partur af sögun okkar og börn læra í gegnum leikfang. Þau læra hlutverkaleiki. Við getum svolítið stýrt hvað þau læra í hlutverkum í lífinu. Og við sjáum líka á leikföngum, þau eru breytast svo mikið og það vegna þess að hlutverk fólks breytist svo mikið. En ekki þess að fólk almennt hafi bara ekkert pælt í því. En leikföng eru mjög nauðsynleg, þannig að börn geti sett sig inn í spor annarra og lært samskiptamynstur. Það eiginlega það sem líka tjáð sig, þeim líður illa, þau geta það ekki, en þau geta sagt að Siggabamsa líður illa. Löggan notar þetta svolítið mikið og sjúkrabílunum, þið vitið að sumir nota þetta með þetta, en almennt gerir fólk sér ekki grein fyrir því. Nú hafa tímarnir breyst svolítið og börn leika mikið með tölvur í dag. Geta þau tjáð líðan með sama hætti gegnum þann leik? Nei, ég sjálf aðhyllist að börn læra á tölvur, það er bara þáttur í þróuninni, en við mögum ekki fara alveg þá leið eins og það að tölvuleitir það er ekkert eðlilegt að þú getur skotið niður bara heilan her og svo lifnar allt við. Bara hljóta að fá svolítið skrýtna upplifun af lífinu með svoleiðis. Ég allavega vísu getur það með dúkkurna líka en það er ekki, það var ekki svo mikið dráp. Mér finnst kannski mikið ofbeldi í leikjum. Allt of mikið Og hvar hefur nú fengið allir þessi leikfang? Já, það er stóra spurningin. Þetta náttúrulega, þetta er svona svolítið endurvinnsla. Þetta náttúrulega mikið, ég hef sáralítið keypt nýtt. En það eru nýttjamarkaðir og ég hef búin að upplifa þessi 20 ár sem ég hef verið að safna. Hérna áður fyrir þá var ekkert hirt neitt þetta gamla, þessu var bara hent. Svo fór ég að vera mikið út í Svíþjóð, þá fór maður að svona loppisa og þar sá maður þessu gömlu leikfang og allt, þetta var úr peningar í þessu. En það hefur breyst. Nú getur keypt þessu gömlu leikfang hér, en mikið af þessum leikfangum hef ég komið með að utan. Og til dæmis Barbie, ég og marga gamla Barbie, þær koma meiri parturinn utan. Þannig að, en já, það er að koma eitt og eitt gamalt, eins og þetta hérna, þessar dúkkur, það er mér áskotnaðist það allar í einum hóp, allar þessar gamlu hérna, þetta eru postulín eða keramikdúkkur. Og þær eru mjög gamla, þær eru frá fyrirparti seinni, 1900 og eitthvað.
En þær kom í hóp, þær komu frá konu sem féll frá. Þannig að þær eru uppstaðið mikið í þessari sýningu. Og svo bara í verkuðum og kompunni hérna og góðahirðinum og fjölskyldahjálpin og öllum þessum verkuðum. Helga hefur nú safnað leikföngum í mörg ár og þau sem á sýningunni nú eru aðeins hluti af safnun hennar. Hún á sér þann draum að safninu verði fundin framtíðarstaður. Ef það áhugi á að halda þessu safni, þá hlýtur það að koma í ljós. Maður náttúrulega sýna fólki þetta og sýna en mín hugmynd væri svo að það væri stofnað bara sér safn og það eru svo margir sem eiga söfn, það mætti steypa því í safn. Það væri það bara eitt stórt hús eða einhvers konar húsnæði sem að þetta væri á. Þannig að það er mín framtíðardraumur að þetta hverfi ekki. Eins og áður kom fram þá verður sýningin haldin í virkjun á Ásbrú. Á fyrstu árunum eftir hrun var virkjun staður þar sem fólki í atvinnuleit sótti en hlutverkið hefur breyst með tímanum. Við báðum hann Örn Ólafsson, formann virkjunar, að útskýra fyrir okkur hvers konar staður virkjun er. Virkjun er bara staður þar sem fólk hittist og er svona í alls konar verkefnum. Útskurði, trésmíði, það með sér country-dans og það er allt í gangi, tölvur. Eldri borgarar nota þetta mikið, í biljard og það er bara margt að ske. Ásdís Ragna grasalæknir sýndi okkur í síðasta þætti hvernig gera má holtsnarl eða kvöldsnakk. Nú töfrar hún fram undradrykk úr túrmerik. Komiði sæl. Mér langar til að kenna ykkur að gera bólgueyðandi turmerik og engiferidrykk. En turmerikið og engiferið eru rosalega flott blanda upp á að ná fram sterkum bólgueyðandi áhrifum. Þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að hita möndlumjólk og hérna er ég með lífræna möndlumjólk sem er alveg sykurlaus. Þannig að við ætlum að nota möndlumjólk, 1 bolla sem við ætlum bara rétt að hita. Við ætlum ekki að sjóða möndlumjólkina, við ætlum bara að ná henni í rauninni svona svolítið vel heitri. Þannig við náum að leysa úr læðingi áhrifin af kryddunum. Og svo ætlum við að setja svona sirka, við ætlum að setja svona sirka af engiferinu, svona bara teskeið, góða teskeið. Og ef að þið þolið ekki að nota mikið engifer, þá bara notið hálfa, þá notið bara aðeins minna. Og það er svona sirka hálf til 1 líka af turmerikinu. Svo ætlum ég að setja í þetta líka 1 teskeið af kókosolíu, kaldpressaðri kókosolíu, vegna þess að kókosolían í rauninni hjálpar turmerikinu að frásogast í meltingarveginum. Af því að turmerikið í rauninni þarf yfirleitt einhverja fitu til þess að frásogast betur. Og það gæti alveg verið gott fyrir ykkur ef þið þolið pipar að setja pínu pipar úti líka. En engiferið hefur reyndar áhrif á þetta líka því að engiferið er svona hitagefandi jurt. Þannig að við ætlum að láta það duga í þetta sinn. Og svo ætlum ég að setja bara pínu lítið af, ég er með lífrænt hunang frá Englamark sem mér finnst afskaplega gott að bragðið. Og ég ætla bara að setja svona litla teskeið af því líka. Og þessu ætlum við öllu að hræra saman og leyfa þessu að svona hitna aðeins, og loka þessu og eins og ég segi, við ætlum ekki að sjóða þetta, við ætlum bara að ná suðunni hafa svona rétt upp að suðu. Og það sem að hitinn gerir að hann leysir úr læðingi virknina í lækningajurtunum. Turmerikinu og engiferinu. Og það er það sem við viljum ná fram. Við viljum svolítið ná fram áhrifunum meira. En það sem að turmeriki gerir fyrir ykkur, að það er náttúrulega einstaklega bólgueyðandi og það er líka
talið fyrirbyggjandi fyrir til dæmis sykursýki 2, það talið fyrirbyggjandi mögulega gegn þunglyndi og Alzheimer. Þetta eru svona nýjar rannsóknir sem að sennilega eftir að skoða betur en þetta lofa góðu. Og turmerikið er líka notað til þess að lækka blóðfitu, svo kólesteról og þríglýseríð, og það er líka mjög gott fyrir lifrina. Og ég hef notað turmerik í mörgum tilfellum. Ég nota til dæmis turmerik fyrir astma, ég nota turmerik þegar það er kvef og flensa að ganga, þá geri ég gjarnan svona drykki. Þannig að við getum notað það í og gegn ýmsum kvillum og til þess að bæta heilsun okkar. Svo er það bara líka svo gott að bragða, þetta er bara gott krydd. Og ég mæli alveg með því að þið séu duglega að nota það í súpurnar ykkar og matinn ykkar og út á fiskinn og fleira. Engiferið hefur svipubólguðandi áhrif, það er aðeins vægari áhrifin af því, en það er engu að síður mjög gott, og þegar maður notar þessar jurtir saman, þá er maður að hámarka svolítið þessi bólguðandi áhrif. Og það er búið að rannsaka báðar þessar lækningajurtir alveg gríðarlega mikið, og turmeriki til dæmis, ég held að séu til yfir 1000 rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum í rauninni af turmerikinu, heilsufarslegum áhrifum. Þannig að það eru mjög margar staðfestar rannsóknir sem að sýna fram á virkni í báðum þessum jurtum. Þannig að þetta er aðeins að gyllast hjá okkur, og kókosólan er að bráðna og svona, þannig að þetta er bara nánast að vera tilbúið hjá okkur hérna. Og það kemur alveg æðislega góður ilmur. Svo megið þið alveg sjálf bæta út í þetta einhverjum viðbóta kryddum ef þið vilja hafa þetta sterkara, eins og chili eða cayennepipar, eða eins og ég sagði smá svartan pipar, sumir setja kanil, kardímómur. Mér finnst það rosalega gott líka bara að hafa þetta einfalt, hafa bara þessar 2 og stundum þá maður ekkert að flækja þetta. Þannig að núna er þetta bara tilbúið, og hérna er þessi þetta er svona hinn gyllta mjólk, og ég kalli þetta bara gjarnan svona, þetta er bara bólguðandi turmerik og engifer mjólk, öllu heldur. Þannig að þetta er alveg dásamlega hollt og gott fyrir ykkur. Ég verði aðeins að smakka á þessu, þetta er svo girnilegt. Þetta er æðislegt. Gott eða svona kalt úti líka. Þannig ég mæli alveg með því að þið gerir svona, og þið mættu þess að drekka þetta á hverjum degi. En þetta er gott bara sem svona drykkur yfir daginn, og þess vegna bara svona kvöldrykkur líka. Þannig að ég takka bara fyrir mig í dag. Verið sæl. Velkomin í fréttapakka frá Suðurnesjum. Náttúran á Reykjanesi sýndi skemmtilega hliðar sínar í síðustu viku þegar margir tugir hnúfubaka fjölmenntu í lostæti allan sjó út frá Sandgerði á Reykjanesi. Lostætið var loðnu torfa sem einnig heillaði hina mögnuðu súlu sem dvelur vetrarlangt í Eldey. Það var mikið sjónarspil að sjá súlurnar steypa sér í sjóun eftir góðgætinu sem loðnan er. Við kíktum með myndavélarnar og fenguðum flottar myndir frá fjörunu, en fengum einnig sendar myndir sem teknar voru á einu af mörgum hvalaskoðunarskipum sem öll sóttu í veisluna með 100 ferðamanna sem upplifðu ótrúlega nánd við dýrin. Landssamtökin Þroskahjálp og Sandgerðisbær undirrituðu í vikunni samkomulag byggingu og rekstur íbúða fyrir fólk með fötlun að lækjamótum 61 til 65 í Sandgerði. Er að ræða íbúðakjarna með 5 íbúðum og þjónusturými. Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri í Sandgerði, var afar ánægð með samkomulagi. Áætlað er að byggingu íbúðanna verði lokið á árinu 2017. Hverju mun þetta breyta fyrir fatlaða einstaklinga hér í Sandgerði? Þetta mun breyta heilmiklu. Það er þörf á íbúðum fyrir fólk með fötlun, og sumir búa heima hjá sér og er orðnir fullorðnir og myndi gjarnan vilja komast í sitt eigið húsnæði, þannig að þetta við erum að mæta þarna mikilli þörf. 100 manns mættu á íbúðaþing Reykjanesbæjar í Stapa, en umræðuefnið var ný menntastefna Reykjanesbæjar. Undanfarna mánuði hefur stýrihópur skipað fulltrúum ýmissa hagsmunahópa unnið að nýrri menntastefnu fyrir bæjarfélagið. Aðferðin sem notuð var á íbúðaþinginu hefur verið nefnd heimskaffi. Lögð var áhersla á að skapa frjálslegt og afslappað andrúmsloft, eins konar kaffihúsamenningu.
Keflavíkurflugvöllur í hópi bestu flugvalla Evrópu árið 2015 samkvæmt þjónustukönnun sem gerð var á vegum alþjóðasamtaka flugvalla, ACI. Könnunin viðamikil og gerð á öllum helstu flugvöllum heims. 5 flugvöllir voru jafnir að stigum í 3. sætinu en ásamt Keflavíkurflugvöllur voru Kaupmannahafnarflugvöllur og Heathrow flugvöllur í 3. sætinu. Gunnhildur Vilbergsdóttir, einn starfsmanna Ísavía, bjartsýn á komandi sumar sem verður gangi allt eftir stærsta ferðamannasumar sögunar á Íslandi. Já, við erum rosalega tilbúin í sumarið og ég held að hugarfari hjá okkur öllum sé mjög mikið þannig innstilt. Við erum búin að fara mikið í gegnum alla ferlana hjá okkur og við erum búin að vera í mjög mikið af framkvæmdaverkefnum sem að lúta því að koma farþegunum hraðar í gegn, mikið verið að sjálfvirknivæða. Við erum að skoða öll raðakerfi, við erum að bæta við hellingafólki, við erum með þreföldun á þjónustuleiðum, afgreiðsluaðilar að opna allir svolítið fyrr, þetta bara, og það rosalega mikil samheldni, það allir bara svolítið til í þetta. Menningarvikan í Grindavík hefst á laugardag með pompi og prakt. Hún nú haldin í 8. sinn og dagskráin hefur aldrei verið fjölbreyttari. Að þessu sinni lögð áhersla á handverk en svo fjölmargir list- og tónlistar viðburðir alla menningarvikuna, meðal annars tónleikar til heiðurs Sigvalda Kaldalóns í Grindavíkurkirkju. Sigvaldi bjó í Grindavík í 16 ár en eftir hann liggja mörg þekkt sönglög. Safnahelgi á Suðurnesjum verður haldin í 8. sinn núna helgina 12. til 13. mars. Safnahelgin samstarfsverkefni allra sveitafélagana á Suðurnesjum. Að sögn Valgerðar Guðmundsdóttur, menningarfulltrúa Reykjanesbæjar, markmiðið með hátíðinni fyrst og fremst að kynna menningu fyrir íbúum svæðisins og ekki síður fyrir fólki á suðvesturhorninu. Markmiðið að kynna Suðurnesin sem skemmtilegt svæði til að heimsækja. Dagskráin verður afskaplega fjölbreytt og því kjörið fyrir fólk að nýta tækifærið og skoða áhugaverð söfn og sýningar. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað sem dreift ókeypis inn á öll heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum, Víkurfréttavefinn www.vf.is og fyrir kylfingana þá bjóðum við upp á vefsíðuna kylfingur.is en þar að finna golffréttir alla daga ársins. Eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta og stök innslög má sjá í háskerpu á vef Víkurfrétta og einnig á YouTube undir sjónvarp Víkurfrétta. Við minnum ykkur svo á að koma á ábendingum áhugavert efni í þáttinn með því að hafa samband við Víkurfréttir á póstfangið www.vf.is. Við endum þáttinn með myndum úr ævintýragarði listamannsins Helga Valdimarssonar í garðinum en hann býður alla velkomna á safnahelgi á Suðurnesjum sem verður helgina. Takk fyrir okkur, verið sæl.